áhefðin bara leikinn og... Já, ég býð ykkur velkomin til fundar hér í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, númer 702, 4. október 2017 og tökum hér fyrir allmargar fundagerðir. Það er fyrst 2 fundagerðir frá bæjarráði, síðan 2 fundagerðir frá nefndum og svo einar 5 fundagerðir til kynningar, en það er rétt að setja fund með hamrinum. Og við tökum fyrst fyrir fundargerð hjá bæjarráði Mosfellsbæjar, númer 1322. Þessi fundur var haldinn 21. september síðastliðinn og ég gef orðið laus. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem hérna upp undir máli númer 3 á þessum fundi, könnun sem heitir hérna könnun og stöðu leiguíbúða sveitarfélaga og hérna fyrirli segir hún kannski ekki alveg nákvæmlega hvað þetta var, en þannig mál með vexti að í vor kom út skýrsla svokallaðs varasjóðs húsnæðismála þar sem hérna það verið gerð könnun á stöðu hérna leiguíbúða sveitarfélaga fyrir árið 2016. Það kom síðan í ljós reyndar að dálítið seint og reyndar áttaði ég mig ekki á því fyrir en núna var í haust að það vantaði talsvert svörum frá Mosfellsbæ inn í þessa skýrslu og ég hafði óskað sem sé eftir því þetta mál væri tekið á dagskrá til þess að kanna sem sagt hvernig á þessu stæði. Á fundunum var lagt fram mjög gott minnisblað frá hérna framkvæmdastjóra sviðsins og skýrt út hvað hafi valdið því að þessar upplýsingar rötuðu ekki inn í skýrsluna og það voru bara mistök sem voru gerð en það kom líka fram að þegar Mosfellsbær áttaði sig á því eða sem sagt framkvæmdastjórinn og hennar fólk áttaði sig á því að þegar skýrslan kemur út að þau eru ekki með að þá voru orðið of seint að fá leiðréttingu en fyrir næstu skýrslu verður tekið tillit til þeirra upplýsingar sem voru sendar frá Mosfellsbæ, sem sagt svörin við þeim spurningum sem var ósvarað. Minnisblaðið eða svör framkvæmdastjórans hérna við þeim spurningum sem ekki var svarað í könnuninni, sem sagt minnisblaðið inniheldur þau svör og það minnisblaðið er núna komið á vefinn með fundagerð bæjarráðs, þannig að fólk getur skoða þetta og það er náttúrulega kemur í ljós eða það er náttúrulega staðfest þar sem við vitum að Mosfellsbær til dæmis hefur ekki keypt fleiri félagslegar íbúðir eða fleiri íbúðir til þess að hafa í sínu félagslega kerfi. Ég held að hafi verið óbreytt núna í líklega frá 2002 að minnsta kosti. Þannig að íbúðirnar eru 31 minni mig talsins sem að Mosfellsbær á og ég held að við ætlum að skoða það dálítið hvort það sé rétt að fjölga íbúðunum. Það er eitt sem ég langar sérstaklega til að vekja athygli á hérna inni, það er að spurningin ég reyna að finna svari hérna á blaðinu, sem sagt hversu margir voru á biðlista, hversu margir voru á, nei, það kemur þarna, það er spurningin sko hversu langur meðal biðtíminn er og svari hérna hjá okkur er að það sé ekki hægt að reikna út meðal biðtíma vegna þess að þegar að íbúð losnar að þá er hver og einn umsækjandi metinn og þess vegna ekki hægt að birta tölu yfir meðal
Biðtíma, ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Ekki er hægt að segja til meðal biðtíma þar sem hver umsókn metin þegar íbúð losnar og þeim umsækjanda sem hefur hæst stig samkvæmt mati sá sem líklegastur til að hljóta íbúðina. Nú held ég líka við þurfum að skoða þetta því að þetta náttúrulega dálítið gott samanburð og góða samanburð upplýsingar á milli sveitarfélaga sem hvernig staðan í sveitarfélögunum og önnur sveitarfélög birta svona upplýsingar. Eitthvað gerum við þá öðruvísi í þessu tilfelli heldur en önnur sveitarfélög og ég held að við ættum að skoða þá framsetningu og svo var það kom fram í þessari skýrslu að það hefði fækkað íbúum Mosfellsbæjar en það ekki rétt, það eru rangar upplýsingar inn í skýrslunni og það leiðrétt í þessum svörum, leiguíbúum hefur ekki fækkað á milli 2015 og 2016. Ég held að það allavega þetta tvennt sem ég myndi vilja yrði skoðað í framhaldinu, það að finna leið til þess að reikna út eða setja fram hugmynd það hver meðaltími fólks vegna þess að inn á biðlista náttúrulega engin nema sá sem metinn í þörf. Þá hristi Theodór höfuðið en það nú bara upplýsingar sem ég fékk þá kemur kannski formaður nefndarinnar upp og leiðréttir það að það nefnilega það voru umsóknir félagslegt húsnæði árið 2016 voru 43 kemur fram 31. desember voru 14 umsækjendur á biðlista og 10 umsóknir enn í vinnslu og mínar upplýsingar segja mér að það enginn á biðlista nefn sem búið að meta hvort hann sé í þörf eða ekki svo getur þörfin verið misjafnlega brýn ég átta mig alveg á því og þannig að ég held að þetta sé rétt skilið hjá mér og lesið út úr þessu en mér finnst þótti galli að við höfum ekki þennan meðal biðtíma og ef önnur sveitarfélög að birta hana þá finnst mér alveg eðlilegt að við skoðum hvort að við getum ekki gert það líka og svo vil ég bara þakka framkvæmdastjóranum fyrir greið svör við þessum spurningum og það gott að það var brugðist við og það munu fara eins og upplýsingar fyrra árs inn í næstu skýrslu. Takk. Haraldur Sverrisson, næstur að mælda svo, þessu vel. Forseti, það að koma hér undir þessu sama máli, kjörfari á ræðu bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar. Koma hér inn á tvennt. Kann ég kannski fyrst að segja að það ágætt að tek undir það ágætis minnisblað sem fylgir þessu ágæta erindi og leiðilegt að þessi svör skyldu ekki að hafa komist að rétta boðleið til viðkomandi aðila og skýrsla birt í kjölfarið það en þótti líka svolítið sérkennilegt að það var ekki hægt að það sem nú einu svona rafræn skýrsla það var ekki hægt að koma réttum upplýsingum á framfæri en það svo sem önnur saga en annars ég ræddi fjölda leiguíbúða í bæjarfélaginu og gat það að þeim hefur ekki fjölgað síðan 2002 en það rétt í því samhengi að íbúum í eigu Mosfellsbæjar hefur ekki fjölgað en íbúum reknum Afsaki áttu við það. Íbúðum sem að Mosfellsbær hefur undir höndum hefur fjölgað töluvert og það vegna þess að það hefur bara verið metið þannig að það sé skynsamlega og hagkvæmara fyrir bæjarfélagið að leigja íbúð í staðinn fyrir kaupa. Þannig auki sveigjanleikinn í kerfinu, það sé hægt að koma til betur til móts við þá sem að húsnæði þurfa að halda. Það sé að réttu húsnæði hvað varðar stærðir því það er mjög mismunandi eftir því hvað árferði hvort að það með litlar íbúðir eða stærri íbúðir, hvers konar fjölskyldsmynstur að ræða á og framvegis. Þannig að ég held að Mosfellsbær hefur tekið réttar ákvarðanir því að staðinn fyrir að vera að kaupa íbúðir núna síðustu ári þá hafa þær verið leigðar og síðan endurleigðar þá á félagslegum kjörum til þeirra sem rétt hafa á þeim. Og ég er þeirra skoðanir að það eigi að halda þeirri stefnu áfram. Líka hvað varðar það hennar meðal biðtíma, ég held að þetta er svolítið trikki vegna þess að sveitarfélög hafa líka mjög mismunandi reglur það hvenær þú kemst yfir þetta á biðlista
Mosfellsbær hefur mjög frjálslyndustu reglurnar hvað það varðar á höfuðborgarsvæðinu allavega. Þú ætti ekki að búa í sveitarfélaginu nema 6 mánuði til að geta komist á biðlista eða sótt öllu heldur svo. Það er kannski réttar orðfæri og sækja það að fá félagslegt húsnæði. Þá ertu væntanlega búin að bíða í 6 mánuði ef þú hefur einhvers staðar búið í bæjarfélaginu. En önnur bæjarfélög hafa mun lengri frest. Reykjavík held ég sé með 2 ár ef ekki 3 ár, sum með 3 ár. Á þá að telja það sem biðtíma. Á að telja 2 árin í Reykjavík sem biðtíma eftir félagslega húsnæði. Vegna þess að þú getur ekkert sótt það fyrir að búin að búa í 2 eða 3 ár. Hversu skynsamlegt og réttlátt það kann nú að vera. Þannig að það eru margar hliðar á þessu máli og ef þetta er reiknað út bara síð svona, þá er væntanlega biðtíminn í Mosfellsbæ að vera miklu lengri en Reykjavík, en réttindi Mosfellinga samt miklu meiri. Þannig að það þarf að taka þá tillit til einhverja slíkra hluta. Ég veit ekki alveg, aðalatriði finnst mér vera það að við getum sinnt fólki í neyð og sem að þarf á félagslega húsnæði að halda. Og ég held að við höfum gert það nokkuð vel hér í gegnum tíðina. Örugglega betur en mörg önnur sveitarfélög. Það eru einhver líka til sem að hafa það sem húsnæðisaðstæður eru þannig að það hefur erfitt. Húsnæðismarkaðurinn hér hefur á síðustu árum verið erfiður. Hann er náttúrulega stór barna núna þessi misserinn. Það hefur verið mjög erfitt að fá húsnæði leigt hér í Mosfellsbæ vegna mikillar eftirspurnar, skort á húsnæði. Líka erfitt að fá það keypt. Í dag er húsnæði dýrt í Mosfellsbæ, hefur verið það vegna skorts. Það er að byggjast upp í dag bara einhverjar 500–600 íbúðir. Íbúum í Mosfellsbæ er að fjölga á þessu ári selum 8%. Íbúðunum þar á meðal líka. Þar leigu íbúða fjöldinn að margfaldast og þar með aukast möguleikar bæjarfélagsins að geta brugðist við á sem skemmstum tíma þegar brýna þörf er að ræða sem hefur verið kannski erfitt mig að gera en það hafa hér allir hér þessu hús í lagsta árarnar við það. Við höfum meðal annars þurft að einhverjum tilfellum þurft að finna húsnæði í öðrum sveitarfélögum og það sé ekki vera þannig en aðalatriðið er það að fólk fái húsnæði og þannig að ég held að hér hafi fólk lagsta árarnar með það en ég vildi koma svo framfæri með fjölda íbúðuna, þeim hefur fjölgað töluvert á síðustu árum vegna þess að við erum að leigja þær en ekki kaupa þær og að það er umhendis hvernig væri það rétt að stilla upp einhverju meðal biðtíma þegar reglurnar eru út og suður hjá sveitarfélögum. Já, reyndar var Theodór búinn að biðja. En má ég ekki bregðast við? Hvað segir þú, Theodór? Gjörsvör. Gjörsvör, annað fyrir. Takk, forseti. Já, ég vona enginn hafi skil og orð mig svo ég efist að allir hér í húsinu hafi reynt allt sem ég geta til aðstoða fólk. Það var alls ekki það sem ég var að segja hérna. Auðvitað veit ég það að hér er allt gert til þess að hjálpa fólki í neyð. Varðandi biðtímann, það sem ég var líka að tala að ég held að væri bara dálítið mikilvægt fyrir okkur að gera okkur einhverja grein fyrir þessu. Ég veit ekkert það hvernig nú eru fjöldi sveitarfélag að gefa upp tíma á biðlista. Ég kann ekki reglur þeirra í hörgul hvenær þau fara að telja fólk inn á biðlistanum, skiljiði mig, og ég veit að það er skammur tími hér, þú getur sótt eftir skamman tíma eins og kom hér fram í máli bæjarstjóra. Ég held bara að sé þetta mikið fyrir okkur að skoða þetta. Það var það eina sem ég fór fram á hérna í pontu, að við kannski skoðum hvort við getum einhvern veginn slegið einhvers konar máli á þetta og svo ætlum ég bara að leiða þetta, ég er kannski afsökun á því, ég kallaði fram í hérna áðan, en náttúrulega átti ég við þessar eignaríbúðir þegar ég talaði að þeim hefði ekki fjölgað og þá átti ég náttúrulega við þær, en ekki leiguíbúðir sem ég veit að náttúrulega að hefur fjölgað. Mér finnst líka, og auðvitað, og ég ætla líka að segja það er nauðsynlegt og mjög gott að hafa aðgengi að leiguíbúðum til þess að bregðast við einmitt og taka þegar kemur meiri þörf og þá er þetta bregðast kannski líka betur við fjölskyldustærðir sem er að ræða.
En ég held samt að við ættum að skoða, við erum orðin 10.000, við eigum ennþá þessar 30, nú man ég ekki töluna, 31 íbúð. Og mér finnst líka hérna að við ættum að skoða það vel hvort að sé komið tími til að við fjölgum þeim. Takk. Já. Theodór Kristjánsson, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Forseti, vegna þessu umræðu þetta mál sem að annars kom hérna upp með þessa fyrirspurn frá varasjóði húsnæðismála, að þá var þetta líka, þetta var tekið fyrir á fundi hérna fjölskyldunefndar sem eitt erindi og þar sem hún gerði mitt grein fyrir þessu, þar sem hún kannski gerði ykkur grein fyrir hérna, þannig að langaði að gera það á fundinum og gerði það. Og listin birtu þar í held og ræddur auðvitað, þar sem hún þótti auðvitað leitt eins og hvernig kom fram að þetta skildi það bara eins og þetta fór og svo er kannski ekki alveg í takt við það voru mistök og allt í góðu. En hérna, og listin, þá kannski að því það kemur líka til umræðu eftir, þá var það bara að klára hér. En það er svo segvarandi meðaltíman og biðlistan við höfum að ræða þá ég held að sé bara umræða sem við eigum að taka það í nefndinni og ég mun þá bara að bera það til unnar og þessu umræðu sem átt hérna, hvernig við finnum þennan meðaltíma og biðtíma. Og nú er ég, passa maður að segja ekki eitthvað sem er rangt, en það er að segja að það er metið hvort þú komist á listan. En það fá allir sem sækjum, fá umfjöldun, mat og svo spurning hvort þú þurfir ekki að fá ákveðin fjölda stiga til að komast. Og þá held ég að við hljótum að geta fundið eitthvað út úr því að þekkja til þarfana, geta þá greint einhvern meðaltíma, við ættum að geta það. Og við ættum þá kannski setja okkur fyrir nefndin einhvern tímaram það, koma með einhverju hugmyndir af því hvernig við getum leyst úr því. En á sama tíma, eins og bæjarstjóri og annars við höfum nefnt hér að við höfum gert ákveðnar ráðstafanir til þess að fjölga úrræðunum með leiguíbúðunum sem er alltaf ákvörðun sem var tekin hér í bæjarstjórn fyrir svolítið síðan og hefur reynst mjög vel. Og ég held við ættum áfram að feta okkur þann veg því að það getur líka verið þannig að þetta er tímabundin aðstaða hjá fólki og það getur verið ákaflega heppilegt þegar ekki lengur þörf fyrir stuðningin eða aðstofuna að þá getur sveitarfélag gengið út, það verður engin röskun á högum fjölskyldunar, hún er áfram fyrir sínu leiguhúsnæði og við bara göngum burt og tökum það bara við nýju verkefni. Þannig ég held okkur að vera lánast ágætlega en ég skal hins vegar taka alla þessu umræðu og fara með inn í nefndina og reyna þá kannski að komast að einhvern svörum biðlistan hvaða stigu þú ætti að fá til að komast á hann og hversu margir sótt hversu margir komast á og hver er þá okkur mögulegur biðtími. Ég skal taka þessi erindi, ég held sér búin að tæma það. Takk fyrir. Nú, er eitthvað sem vil ræða þetta mál frekar eða önnur mál sem eru á dagskrá þessa fundar? Nú, svo er ekki, þá er umræðu lokið þessa fundargerð, bæjarráðs 21. september og ég bið þá að rétta hönd sem samþykkja þessa fundargerð, svo einstök mál bera með sér. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að síðari fundargerð bæjarráðs sem við tökum núna til umfjöllunar og sá fundur var haldinn viku síðar, 28. september síðastliðinn, það var númer 1323 og ég gef orðið laust. Hildur, gjörðu svo vel. Forseti, það er mál númer 2, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Ég ætla að byrja á því að taka undir þessari tillögu M-lista íbúahreyfingarinnar eflingu nefnda. Ég vil leggja áherslu á að við teljum það brýnt að nefndirnar geti haft áhrif og komið með tillögur af forgangsröðum verkefna. Þannig að ég vil endilega leggja til og ég veit að þetta hefur verið vísað til skoðunar hjá bæjarstjóra þannig að svara kannski eftir að áður en fyrri umræða á sér stað að þetta verði sent inn í nefndirnar þannig þær geta komið með tillögur hvernig við röðum upp verkefni við sem erum í þessum nefndum sem hafa með mál að gera. Takk. Já,
Fleiri sem vilja taka til máls um þetta mál? Nú, það virðist ekki vera, en viltu koma aftur? Já, gjör svo vel. Hildur Margrétardóttir, gjör svo vel. Því kannski var eitthvað ekki nógu skýr, en það er spurning hvort að bæjarstjóri, ég sé að það hefur verið, þessi tillögu hefur verið vísað til skoðunar hjá bæjarstjóra, þannig að þetta væntum að vita hvað verið komið úr. Hún er bara að fara það. Skoðunar fórsetur kemur kannski eins til að fá framfæri að... Nei, ég ætla ekki að fara að klara þessu þetta. Ja, þessi tillögu er bara til skoðunar hjá bæjarstjóra. Bæjarstjóri hefur ekki komið í bæjarráð með svarið þenni. Er einhver sem vil ræða þetta mál eða önnur mál? Það voru reyndar 4 mál á dagskrá þarna á þessu fundi. Nú, svo er ekki, þá er umræðum lokið þessa fundargerð. Hvað byrjum fundarlið? Já, það byrjum það. Það er aðeins að... Við gerum fundarlið núna. Sko, Hildur, það er greið aðkvæði? Já, það er þannig að við ætlum að greiða atkvæði þessa fundargerð með 1323 og þá sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér eru beðnir eftir hönd og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er komið að nefndarfundum 2. Fyrst er að fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar sem hélt sinn fund nr. 260 þriðjudaginn 27. september síðastliðinn og ég gef orðið laust þá fundargerð. Theodór Kristjánsson, gjörðu svo vel. Forseti, okkur voru 4 mál til fjöllunar eins og kannski við vorum með veittum jafnréttisviðurkenningu og héldum jafnréttisdag hér í Mosfellsbæ og langar þetta tækifæri bara að þakka starfsmönnum bæjarins við skipulagið á deginum og jafnréttisdeginum hvað sem tókst rosalega vel og þangað komu fulltrúar, þetta var mjög fínir fyrirlestrar, kom fulltrúar frá lögreglunni og stígamótum, Kvennaatgönnu, Bjarkarhlíð og svo vorum pallborð og því tókum þátt fulltrúar frá FMOS og ég bara segi í svona stuttu máli og fundarstjóri Anna Sigríður sem bæjarfulltrúi og mjög skemmtilegt og þetta gekk rosa vel og var í sjálfu sér og vel sótt svona miðað við stað og stund og bara fróðlegt en svo veitti bæjarstjórinn okkar jafnréttisviðurkenningu og FEMOS eða Feministafélag Mosfellsbæjar framhaldsskólinn Mosfellsbæjar fekk viðurkenninguna og vel að því komin. Það var kannski meira það. Síðan fórum við nokkrir fulltrúar og vorum á landsfundi jafnréttisnefnda í Stykkishólmi. Það var mjög áhugavert líka. Ágætlega svo. Svo langaði mig kannski að nefna í 3. málið ef ég fer í það. Ég var að fjalla um mál nr. 1 og 2, kannski ekki nægilega skipulega en við höfum áður rætt hérna ársfjórðungs eða samantekt fjölskyldusvist við ársfjórðungsskýrslu fjölskyldusvist, við ræddum hana talsvert og í gögnunum sjáum við að það er fleiri en 1 skjal sem er eins og þið verður kannski að ég kannski með láðist að biðja Unni að merkja þetta betur en önnur skýrslan þar að segja við vorum með skýrslunni í höndunum og við höfum unnið í því að bæta gögnin í skýrslunni í framhaldi á óskum okkar og bara sem við komum fram hérna hjá bæjarfulltrúum. Mér langar aðeins að tíunda það sem við ræddum hann á fundinum og því sem við breyttum skýrslunni til bóta og kannski taktu þessum ákveði. Þessum eru 2 skýrslur og þið sjáum hvor er nýrri og áður en það við ákváðum að bæta henni við sem er kannski því hún var ekki lögð fram á fundinum með leiðbeiningunum og leiðréttingunum að þá bættum við í kafla 3 og ég sendi þetta á aðra nefndarmenn og allir sáttu við það. Það er að segja við höfum bætt við í kafla 1 og málsmeðferð er búið að bæta upplýsingum fjölda barnaverndarmála sem er viðbót svo sem við það sem við báðum þar sem að sviðið hefur tekið saman fjölda barnaverndarmála þar sem heimilisofbeldismál koma við sögu. Í kafla 1, 4 bakvættir, annarri málsgrein búið að bæta upplýsingum óskir stóðum og síðan höfum við svolítið mikið að bæta okkur í ferðaþjónustunni, þar sé að búið að bæta við frekar upplýsingum hvernig kostnaðurinn af ferðaþjónustunni skiptist. Við erum að reyna að fá frekari upplýsingar það.
Þannig þess vegna er svo skýrsla, þarna við ræddum eins og sko, svo vikið aftur máli mín að skýrslunni, þá ræddum við eiginlega, við ræddum nokkrum mál og það fór mikill tími í þetta. Við ræddum barnaverndarmál sérstaklega og þeim að fjölga talsvert málunum og það er kannski óráðlegt núna að álykta eitthvað út frá því, kannski við sjáum frekari þróun og þetta eru sem sagt, með sama tíminn fyrra þá er fjölgað 30 börn eða tilkynningur fjölgað 34 og þannig þeir verða fjölga svolítið, þannig ég kannski, já, svona í stuttumáli eru við bara að gera skýrsluna betri, ítalegri og, já, ég láti málum við lokið og sinni þessu skýrslu og nefndin okkar. Takk. Nú, hérna Ólafur Ingi Óskarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að byrja að koma á framfæri þökkun til formanns fjölskyldunefndar varðandi góð viðbrögð við þeim ábendingum sem hafa komið fram varðandi þessa skýrslu sem var kynnt á þessum fundi í Drögum og síðan í endanlegri útgáfu sem við erum að fjalla hér núna er komið með þessu viðbótum sem hefur verið bætt inn og bæði Theodór rakti hérna og sannlega vinnubrögð sem eru til fyrirmyndar. En ég ætla nú ekki bara að hrósa vegna þess að ég kem hérna upp að annarri ástöðu og kannski segja að ég kannski komið þar undir fundagerðinni í heild. En þannig er mál með vexti að ég er varamaður í þessari nefnd og hef nú ekki komið reyndar á marga fundi, ég geti ekki cirka 4 fundir á þessu kjörtímabili. En ég þarf hins vegar að sitja undir því sem varamaður að hafa ekki sama aðgang að þeim gögnum sem liggja fyrir fundinum og aðalmenn. Ég hef nokkrum sinnum vakið athygli á þessu og ég verð eiginlega að segja það að mér hefur fundið svörin vera hálf einkennileg. Þetta er þannig að varamenn hafa aðgang að öllum þessum almennum málum sem eru fyrir nefndinni, en síðan eru þarna nokkur mál, eins og til dæmis barnaverndarmál, þar sem við eigum að samþykkja einhverjar gjörðir sem hafa verið gerðar án þess að vita hvað þær eru, með bundið fyrir augun. Ég hef ekki athygli á því að þetta getur snert á okkur margar hluti. Þetta getur snert yfir hluti eins og þessi grundvallar spurningu sem við þurfum að velta fyrir okkur í hverju einasta máli sem við sem kjörnir fulltrúar þurfum að eiga við. Og það er spurningin hæfi okkar eða vanhæfi í máli. Hvernig í óskopunum eigum við sem við eigum að taka og samþykkja mál eða staðfesta án þess að vita hvað er á ferðinni að geta tekið þátt í því. Ég hef ítrekað spurt eftir hvaða reglur eða samþykktir hefa legið þarna að baki og það hefur ekki tekist að benda á það ennþá. Nú rétt fyrir þennan fund var mér sýnt minnisblað sem hefði verið gert að þessu tilefni og það sem hefur fjallað þennan ómöguleika sem stuttum máli er einhvern veginn þannig að computer says no. Ég er einhvern veginn á því að það er ekki þannig að computer says no, vegna þess að computer, allar tölvur eru stjórnaðar á okkur. Við forritum þær, við ráðum hvernig þær vinna. En mér langar bara svona til þess að lesa niður af þessa minnisblaðs ef ég má með leyfi forseta. Já, gjörðu svo vel. Það hljóðar svo. Í ljósi fyrrgreinds hefur framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs í samvinnu við verkefnastjóra skjalavörslu og rafrænnar þjónustu valið þá leið sem til þessa hefur verið farið. Mér finnst þetta bara ekki ganga. Ég held að ef við ætlum að fara einhverja þær leiðir það hverjir hafa aðgang á gögnum, þá er það ákveðið í þessum sal með fullri virðingu fyrir öðrum embættismönnum. Þannig ég vil endilega að þetta verið tekið til skoðunar, helst lagfæringar og í það minnst að það sitji allir, hvort sem eru aðalmenn eða varamenn í nefndinni, þeir sitji við sama borð. Að gögnin verður þá dreift með þeim hætti að allir hafi jafnan aðgang, ekki mismunandi. Takk fyrir. Theodór, gjörðu svo vel.
Forseti, ég þekki þessu umræðu vel og tek undir hvert orð Ólafs með það. Í framhaldi af umræðan á fundinu sendi ég fyrirspurn og tekið saman minnisblað fyrir ég fekk og bæjarstjóri fengum að það og bara ég verð eiginlega að taka á mig söka, það hef ekki gert frekar við og mér fannst einhvern veginn eins og það er bara í mínu hjarta fannst mér að fara líka en allt í góðu, þú sást á sem við höfum eftir stendur að við þurfum bara þetta er greinilega löng og hefð og venja fyrir þessum formi þar að segja varamenn þegar við höfum staðið tvoð að koma hingað og kíkja eða kynna sér gögnin fyrir fundina og þetta er eitthvað sem við þurfum bara þá að ræða eða kannski út á bæjarstjóri við að bæta við getum þá vel við þurfum allavega að klára þetta mál og við þurfum að ljúka því, við þurfum að taka ákvörðun hvort að varamenn njóta þá ekki bara þess traust sem við aðalmenn njótum líka þegar við sjá gögnin og færa þá rök fyrir því sérstök af hverju svo ætti ekki að vera því ég deili skoðunum, ég hef hugsað að ég náði heldur ekki að ræða þetta við bæjarstjórann en mér finnst bréfið ágætt og það er lýsandi við því hvernig þetta hefur verið í gegnum tíðina og þá kannski erum við komin á þeim tímapunkt þegar við þurfum að taka ákvörðun um hvernig við höfum þetta, hvort við þurfum þá öll að koma hingað til að kynna gögnin eða höll að hafa þá aðgang á honum. Því að ég held að þetta var bara ágætt og við eigum þá þetta eitthvað minnisblað sem að við kemur alltaf seint í afsökunum því, ég bara mér fannst það að farið en já, takk. Já, Haraldur Sverrisson næstur. Já, fannst ég náttúrulega bara aðeins að koma undir þessu til þetta máli þar sem við verðum að ræða fundagerðinni eins og hún liggur fyrir og aðgang að gögnum henni að lútandi. Ég held að það sé nú reyndar einhver misskilningur að það séu framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og skjalastjóri sem að tekja einhverja slíkar ákvarðanir. Það var fjölskyldunefnd á sínum tíma, já, þetta verður að standi þarna, að það sé svoleiðis, en það var fjölskyldunefnd á sínum tíma, ég var nú bara í því nefndinni þá, sem tók ákvörðun það að aðalmenn í nefndinni fengju aðgang að þessum trúnaðarmálagögnum. Varamenn myndu annarkvæmt fá þau boðsend heim eða hvort að komið á skrifstofunar og fengju þau að skoða þau. Ástæðan var svo að áður en þetta var, þá voru þessi gögn ekki aðgengileg nema af öllum með þessum hætti. Þannig að þessi trúnaðarmálagögn voru aðgengileg aðalmönnum í nefndinni aðeins eins og aðgengið til varamanna í dag. Þannig að þeir gætu komið hér á skrifstofuna og skoða gögnin eða fengju þau boðsend heim. Það var síðan umræða í nefndinni þá óþægindi þess lútandi að fólk hafði ekki tök á því að koma á skrifstofuna, það vildi ekki fá gögnin heim til sín. Óþægilegt að vera með þau að passa upp á því þetta er náttúrulega mjög viðkvæmar upplýsingar að ræða sem að eru mjög persónubundnar og þess vegna er náttúrulega verið að fara með þessum hætti. Það er verið að reyna, tilgangurinn er að sjálfsögðu sá, að reyna að verja hagsmuni þjónustuþeganna, upplýsingar þá séu sem minnst aðgengilegar, séu bara fyrir þá sem þurfa að taka ákvarðanir fyrir sinni vegna ákvæða laga þar að lútandi og persónuverndarsjónarmiða og allra þessara hluta sem þið þekkið og við þekkjum öll. Þannig að tilgangurinn er sá, það er ekki sá að hefta málfrelsi eða skoðunar eða það að varamenn geti skoða gögnin, heldur er hitt sett ofar. Menn geta síðan rætt það í fjölskyldunefndinni hvort þeir vilja breyta þessu fyrirkomulagi. En þar var þessi ákvörðun tekin á sínum tíma og vegna þess að fólki þótti þetta orðið mjög óþægilegt að vera að fjalla trúnaðarmál á fundi og það hafði kannski lítið kynnt sér málin vegna þess að það ekki haft tök á að koma á skrifstofuna eða vildi ekki fá gögnin sent heim. Og þá var þetta gert aðgengilegt í gegnum fundagáttina aðalmönnum. Það er hins vegar ekki, það er hægt að gera þetta þannig tæknin eins og hún er uppsett. Það er að gera öllum varamönnum þetta, þá bara gildir það eins og hverja aðra nefndir. Þar eru allir varamenn líka með aðgang að gögnunum. Þetta er undantekningin og á þessum ástæðum sem ég útskýrði hérna áðan. En tæknin býður ekki upp á það að það sé hægt að opna fyrir einstakar varamann þegar hann er varamann. Það þarf miskutin þá að fara í einhverjar fjárfrekar breytingar á kerfinu sem að kosta einhverjar töluverða fjármuni segja sérfræðingar mér Þannig að ég held að fjölskyldan ætti bara að ræða það hvort að það sé ástæða til þess að varamenn hafi aðgang á þessum gögnum líka.
Ég veit að starfsmenn sviðsins telja ekki ástæðu til þess, telja að þetta fyrirkomulag sé heppilegra bara út frá eðli mála. En auðvitað er það rétt sem hér hefur komið fram að það er náttúrulega bæjarstjórn og nefndirnar og bæjarstjórn tekur svona ákvarðanir. Þannig að við getum alveg breytt þessu, en þá þurfum bara ekki að vera sammála um það og sammála um að það sé rétt og skynsamlegt. Og það eru hins vegar okkar starfsmenn hafa ákveðnar varnagla gagnvart því. Telja að með þessu sé aðgengi nægilegt, það sé hægt að fá aðgang að þessu gögnum, fólk geti undirbúið sig undir fundi, en þannig að það eigi að láta hagsmuni þeirra sem að skjólstæðingar sviðsins vega hærra í þessu hvað þetta varðar. Það er þeirra sjónarmið. Og ég legg til bara til að nefndir ræði það þá hvort að það sé eðlilegt að rétt að breyta þessu. Það er alveg hægt, það er bara ákvörðun en hún hefur verið svona, hvað sé hefur verið dálítið varað við henni að hálfu okkar starfsmanna sem að vinna við þessi mál frá degi til dags vegna stöðu þessara mál. Já, Hildur Margrétsdóttir, Það er hérna náð 3 ársfjórðungsyfirlitið. Það er spurning Hildur hvort að því við klárum ekki umræðum þetta mál. Þessum er við 7. málið. Þú ert ekki að ræða það núna? Nei, ok, gerum það. Og þá er bara þegar ársfjórðungsyfirlitið kemur þá. Já, það eru 2 mælindaskrá, hygg að það aðrir sko, og það er Ólafur Ingi og síðan Kolbrún. Og klárum þetta mál og svo tökum við bara önnur mál. Ég ætla svo sem ekki að vera með ákvörður þetta, ég held að við séum þessi fullið og ég heyri það sérst á formanni fjölskyldanefndar og bæjarstjóra, það er fullið vilji til þess að komast að niðurstöðu þessu. En það var ágætt að fá þá upplýsingu hvar þetta var sett á sínum tíma, þetta var sett af fjölskyldanefndinni þegar bæjarstjóra var í henni. Ég bara fann það hvergi skjalfest og kannski er það til einhverstað bóka. Ekki viss það. Nei. En allavega mér finnst, ef við höfum einhverja svona reglu sem við sammælumst þá þurfi þær að vera skjalfestar. Þannig að við getum gengið að þessi vísu að þannig eru reglum. Þannig að tilgangur minn er fyrst og fremst að koma þessu í þennan farveg, ekki að standa hér í kartu og leðdum eða pólitísku skotgröfum. Það snýst ekkert um það. Þetta snýst ekki málfrís og ég ber fulla virðingu fyrir skjólstæðingum nefndarinnar sem þarna ræðir og trúnaði gagnvart þeim. En ég vil bara minna á það að við skrifum öll til sama trúnaði. Hvort sem við erum aðalmenn eða varamenn eða bæjarfulltrúar. Það eru vísu ríkari, náttúrulega ætlast til að sé ríkari trúnaður á bæjarfulltrúum, en einhvers veginn þá skrifum við til sama trúnaði. Og þar alveg finnst mér að það ég verið að treysta okkur jafnt. Takk. Kolbrún, þú ert næst svar. Kolbrún Þorsteinsdóttir. Já, forseti, ég var nú formaður nefndarinnar einmitt þegar þessi ákvörðun var tekin af því að ég vissi nú ekki alveg vel að hvar ég var lent þegar ég kom á fyrsta fund fjölskyldunefndar og uppgötaði það að við þurftum öll að koma hérna upp á bæjarskrifstofur og lesa gögnin sem að lágu fyrir fundinum. Þetta var í rauninni dálítið í einhverju svona ólestri og ég vissi þetta var líka þannig í fleiri sveitarfélögum. Það var verið að keyra með pappírsgögn heim til fólks og við vorum svolítið að reyna að finna einhverja lausn á þessu máli. Hvernig þetta gæti verið þannig að við varum fyrst og fremst náttúrulega að verja upplýsingar því að þetta snýst alltaf um persónur. Allar þessar upplýsingar, öll þessi gögn sem við erum að fjalla um sem eru svona mikil trúnaðarmál varða alltaf persónur. Þannig að þarna er ekki um pólitísk álitamál að ræða. Þetta er fyrst og fremst, ég held að verði fyrst og fremst þarna að hvað sem okkur finnst þessa leið. Ég meina það getur vel verið einmitt að nýr formaður og það fólk sem nefndur núna finni aðra lausn á málinu og jafnvel komin einhver tækninýjungar sem að geta mögulega breytt þessu. En það var farið mjög ítarlega yfir öll persónuleg mál, okkur svona meira til upplýsinga. Við vorum ekki að taka neinar ákvarðanir annað en það að við vorum hreinlega stundum bara að bjarga mannslífi.
Og þarna verðum við svolítið, af því að það hefur nú verið deilt það að hverjir sitja í barnaverndarnefndum, þetta er yfirleitt barnaverndarhlutinn, að þarna verðum við að treysta fagfólkinu, en ég er ekki að gera lítið úr þínni beiðni, Óli, og þínum málum, sko, að ég veit það, en þetta var leiðin til að koma þessu í eitthvað skikk og ég og framkvæmdastjórinn og hún Unnur, við svona settumst yfir þetta og þetta var niðurstaðan, þannig að og við fengum alltaf mjög og fáum ennþá mjög, ég veit það þannig ennþá ítarlegar yfirferðir yfir þessi erfiðu persónulegu mál. Þannig að já, þannig ég skil vel að einhverjum finnist vont að fá ekki allar upplýsingar, en svona er þetta núna og ég bara tek undir allt sem bæjarstjóri sagði hérna áðan að við, af hverju þetta er svona svolítið að rekja söguna, en auðvitað á þetta líka einhvers stað fyrir að af hverju þessi ákvörðun var tekin, en Theodóra er þá bara með þetta í sínum höndum og sér hvort það sé eitthvað hægt að breyta þessu án þess að sé hægt að rekja upplýsingarnar eða senda þær eitthvað áfram. Já, Ásgeir Sverrisson gjör svo. Forseti, bara örstutt þetta, sko. Í mínum huga snýst þetta ekki traust. Ég held að við treystum öllum. Það snýst, eins og ég skil þetta það að það hefur verið að takmarka þá sem að takmarka þessi aðgengi upplýsingarna við þá sem taka ákvörðun hverju sinni í þessum málum. Þannig að aðeins þeir að tillitssemi við skjólstæðinga þessa okkar bæjarins í þessu séu að bara þeir sem að taka ákvörðun þannig að eru á nefndarfundunum, taka ákvörðun og þeirra starfsmannsræði koma sem að geta skoðað upplýsingar, ekki fleiri. Og þannig hef ég skilið röksemdafærsluna af hálfu sérfræðinga okkar. Það snúist ekki það að öllum sé ekki treyst jafnt, að sjálfsögðu ekki, heldur bara að þeir sem að geta lesið og sett inn í málið séu einvörðungur þeir sem að eru að taka ákvörðun málið á hverjum tíma, á hverjum fundi. Og þess vegna hafi þetta verið ákveðið svona. En bara ræðu þetta endilega og verðið sammála það hvernig er best að hafa það sé bara þannig. Já, Anna Sigríður Gunnardóttir, þú ert næsta mann fyrir kvöld. Forseti, bara örstutt, gott að þetta verið rætt og þó gott að koma inn botn loksins í það hver setti þessa reglu sem var mjög erfitt að finna út. Nú er ég bara svona áheyrandi að þessu mér finnst þetta fyrst og síðast snúast líka hæfi og vanhæfi og þegar varamaður er hann á fundi og hefur ekki séð gögnin þá gæti hann verið að taka ákvörðun í máli sem hann er bullandi vanhæfur og það er bara ekki gott. Þannig að það þarf einhvern veginn að finna lausnina hvernig þeir sem eins og bæjarstjóri segir, þetta snýst að það þeir sem eru að taka ákvarðanirnar hafa aðgengi að gögnunum. Þegar varamaður er inn á nefnd, þá er hann að taka þátt í afgreiðslu og í mínum huga finnst mér þetta eiginlega alvarlegasti hlutin að það þarf að skoða þetta mjög vel og ég bara, ég heyri það að það er fullur vilji til þess og ég treysti því að komi góð niðurstöðu því. Já, Theodór, gjör svo. Takk, þetta lítur út eins og við ræðum ekkert saman hérna í okkar meirhluta, en það er jú þannig samt en ég baðst nú afsökun á því áðan með minnisblaðinu að hafa ekki staðið mig nægilega vel og ég held að koma á daginn núna og ég vissi ekki að í umræðinu á nefndarfundinum þá kannski kom ekki eins berlega í ljós og við vorum að ræða að hvar ákvörðun var tekin. Þannig að ég í sjálfur sér gerði bara ráð fyrir því hún var tekin í stjórnsýslunni sjálfri ekki á nefndinni. Ég heyri það auðvitað núna. Það stendur í minnisblaðinu frá framkvæmdastjóranum. Já, skrifar undir. Já, en allavega þá höfum við þetta vald, við bara umbreytum þá gerum þetta eins og við viljum. Hvort sem við látum varamenn að fá aðgang eða ekki, ég held að það sé bara ljóst. Takk fyrir. Já, Kolbrún, þú næst kjörförð. Ég held að tali bara ekkert svo. Já, forseti, bara örstutt varðandi hæfi og vanhæfi að það er alltaf góður aðdragandi að
nú voru að fara fram á annars sem ég ætlaði að svara eiginlega þegar hún var að nefndi þetta. Ég nefndi það líka til þetta. Þú nefndi það líka, ok. Varðandi þar, einmitt, bara svo ég segi ykkur dæmi, að þá hefur það komið upp í nefndinni. En það er kynnt, það er svona, við höfum svolítið langan aðdraganda að því þegar málin fara nálgast einhver trúnaðarmál, þá eru nöfnin nefnd, þau nöfn sem við ætlum að nefna, og þá hefur það komið upp að viðkomandi hefur sagt, heyrðu, þetta tengist mér og ég ætla að fá að víkja fundi. Það kom fyrir oftar en einu sinni. Þannig að við verðum líka talandi traust, að treysta því að fólk bara sé heiðarlegt og nefni það inn á fundinum að það kemur óvænt upp, að segja, ég þekki þessa mannsku og ég ætla að fá að víkja fundi. Og þá er sagan ekkert hafin fyrir eða máli rakið fyrir að viðkomandi er farin út, eða farin fram og býður á meðan að þessu máli er notið. Þannig að það er ekkert kerfi fullkomið. Þannig að þetta hefur komið upp og ég er ekki að segja oft, ég man kannski eftir 2 tilfellum þar sem að viðkomandi, og meiri segja ég sjálf einu svona fundi. Þannig að þannig að auðvitað getur það alltaf komið upp á. Þannig að þetta er svona, þá er það bara leyst af staðnum. Og mér finnst mjög mikið í húfi og mikilvægt að fólk hér í bæ viti það að gögnin okkar sem að vera fjalla persónuleg málefni séu í góðum höndum. Já. Nú, fleiri hafa ekki hvað sér hljósum þetta mál, nr. 6. Þannig að ég ætla að biðja orðið það. Það reyndar í 3. skiptið. Já, ég þarf eiginlega, ég mætti, skal það tala aldrei aftur. Aldrei aftur? Aldrei? Aldrei. Verða þið ámáli? Já, eiginlega. Það sé formaður þá... Þannig að það redda ærunni. Bara já, þetta er nú bara já, þetta er eiginlega komið til þess. Af því ég var að, ég tók á mig ákveðið klúður, hafi ekki gert staðið mig betur þessar vikur frá fundinum, eða tíma, með minnisblað allt saman og svo var ég að segja að nú erum við ljóst hvaðan þessi ákvörðun er tekin það að koma þessu. Það er að segja að þetta fyrirkomulag sem við styðjumst núna við sé og það var í fjölskyldunefnd þá fekk ég fram í kalla það stæði í bréfinu minnisblaðinu. Ég var alltaf bara að byrja, það leit út því sem ég einu sem lesi minnisblaðið en við erum ekki verið, þetta stendur ekki í minnisblaðinu. Það stendur hins vegar hvaða fyrirkomulag stuðust við, það stendur ekki að fjölskyldunum sjálf hafi tekið þessu ákvörðun sko. Nei, þau hafi tekið það. Það stendur að þau hafi tekið það. Já, en ég var að segja, mér var það ljóst núna því við sátum fundinn, vonandi heyrðu allir þessum kom fram hérna, það er að segja ég var því ég var sammála og ennþá sammála og við auðvitað leysum þetta það sem Ólafur er að segja að aðganginu gögnum ég er með það, ég var hélt hins vegar að ákvörðunin og það kom ekki fram á fundi fjölskyldunefndar að ákvörðun þetta fyrirkomulag sé fjölskyldunefndar að aðhafast við að eiga við og ég sem formaður nefndar fann það bara þegar bæjarstjóri sagði þetta korpun tekur undir þá finn ég núna að valdið er hjá okkur í nefndinni að koma að þessu og þá breyta þeirri venju og hefð sem er og kannski skráða þá í reglur. Og þess vegna var ég alveg orðlaus uppi þegar mér var sagt að það stæði í minnisblaðinu hvernig það er ákveð og ég bara svona er ég algjör trúður en það er ekki minnisblaðinu þetta sem að Haraldur upplýsti mig og myndi ekki vænt og ég skal sem forma þessar fjölskyldunefndar reyna þá að búa til nýtt verklag já, ég ætla að fara úr ég hvatur til að yfirgefa púltið og ég ætla að gefa það afsakið og takk fyrir mig takk fyrir Þá lít ég á að umræða þetta mál sé lokið það er nr. 6 En Hildur, þú varst búin að biðja orðið hérna áðan mál með þú. Ég er bara sonaði út þetta bara. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Það var 3. mál sem þú vildi ræða. Já, forseti, það er sérst 3. mál og það er áskýrslan og við fórum yfir þessa skýrslu og við söknum þess að hafa ekki upplýsingar útköll og annað sem hefur með að gera heimilisofbeldi og þar sem að Mosfellsbær er þátttakandi á fleiri sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu í þessu verkefni og þá væri gott að það væri fylgdi með í skýrslunni upplýsingar, kannski hvernig tíma dags, hvaða daga, mánuði og svo framvegis þannig að það sé hægt að meta umfang og líka bara til þess að meta framgang verkefnisins. Mér langar að forvitnast hvort að því væri bætt kannski inn í næsta ársfjórðung sem við lifum. Já. Theodór?
Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Þetta er kannski hlut af því sem ég var að nefna áðan að við gerum breytingu. Nú voru 2 skýrslur í fundinum okkar og önnur þeirra kom til eftir fundin. Samkvæmt ákvörðun okkar sem sátum nefndafundin en á blaðsíðu 8 er farið þetta og bætt úr. Þið sjáu kannski ef ég... Það var fjallað fjölda útkallana. Ég kannski með leyfi forseta að lesa bara þann hluta og hann er svona: fjöldi útkalla í Mosfellsbæ á fyrstu 6 mánuðum 2017 eru 13, þar eru 7 vegna heimilisofbeldis, í 2 tilfellum eru börn ekki skráð á heimili. Þetta eru útköll sem þið fara í. 4 útköll voru vegna vanrækslu, 1 vegna áhættuhegðunar barns og 1 vegna tilfinningar sálarlegs ofbeldis. Það er að segja, þarna erum við að reyna að bæta úr þessu og ég heyrði að vísu hjá þér sem að mér varst líka áhugavert að segja ítalega þú nefnir daga, tíma og svoleiðis og ef þú kannski bara kemur því til okkar í einhverju skriflegu formi þá er ekkert mál að bæta úr því og við erum að reyna einmitt með þessum hlutum og ég finn það bara hvort sem við erum á deginum okkar í Stykkishólmi þar sem að þetta er orðið helsta umræðefnið, það er þessi heimilisofbeldismál og þessi hlutir og skiptir bara verulegu máli og líka á deginum okkar hérna í framhaldsskólanum okkar að það er bara sjálfsagt og ég finn bara fyrir því líka að fólkin á sviðinu finnst vænt það við sem að spurja og það er að reyna á sama tíma að reyna að skrá betur og af því að við sinnum ekki bara útköllunum heldur fulltrúi líka seltirningar sem kemur þannig að ég bara gerir ráð fyrir því og veit og það er vilji til að svara þessu spurningu bara þegar komið til okkar þá skulum við bæta úr þessu og ég veit að það er áhugi og það er mikill vilji hjá þeim að mæta þessu og líka finna fyrir áhuga okkar á störfum fjölskyldusviðis þannig að já. Þetta er sérst í nýrri útgáfunni, þessi svör sem ég var að lesa upp og voru ekki fyrir. Takk. Já, fleiri hafa ekki hvað sér ljós þetta mál. Það er nummer 3, er eitthvað annað mál í fundargerð fjölskyldunnar sem að bæjarfulltrúar vilja ræða. Nú, svo virðist ekki vera, þá er umræðum lokið þessa fundargerð, 260 í fjölskyldunnar Mosfellsbæjar. Frá 27. september og ég ber hann eftir atkvæða þeim sem samþykkja hana eins og einstak mál bera með sér hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundi skipulagsnefndar sem haldinn var 29. september 2017 að venju voru mörg mál á dagskrá. Í málefni 10 vék forseti að fundi í skipulagsnefnd og ég kýs að gera það núna líka þannig að ég tel rétt að biðja fyrsta varaforseta Bryndísi Haraldsdóttur að afgreiða það mál eða taka þetta umfjöllun og afgreiðslu það málefni nr. 10 í fundargerð skipulagsnefndar þannig að ég kýs að víkja fundi og skar eftir því að það verður bókað í fundargerð. Við tökum þá sérstaklega fyrir mál nr. 10 í fundargerðinni sem ber heitið Hvirill umsókn byggingarleyfi. Er einhver sem óskar eftir því að umsókn byggingarleyfi, er einhver sem óskar eftir því að taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki þá er hér óskum að það verði borið sérstaklega upp til atkvæða og þeir sem eru tilbúnir að staðfesta afgreiðslu skipulagsnefndar á þessu máli en afgreiðsla skipulagsnefndar var svo hljóðandi að skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við afgreiðslu þessa máls við afgreiðslu málsins þegar fullnægjandi hönnunargögn liggja fyrir. Þeir sem samþykkja þá afgreiðslu vinsælast gefur merki og hún er þá samþykkt með 8 atkvæðum og þá held ég að við getum haldið áfram með fundargerð skipulagsnefndar og óska eftir því að forseti taki aftur við stjórninni. Hann er búið sér svaka debatnum. Og ég færi þá stjórnin aftur yfir til forseta. Já, við höldum það áfram umræðum fundargerð skipulagsnefndar og orðið er laust fundargerð skipulagsnefndar. Hildur Margrétardóttir, gjörðu það.
Heyrðu, það er umsókn lóð við Lágafellslóð. Þetta er mál 4.1 og við viljum bara vekja athygli á að þessi nýbygging gæti haft áhrif á umhverfið þarna og þrengt að borgarlínu. Þannig að það er mjög mikilvægt að það séu allir vakandi fyrir því. Já, það er Bryndís Haraldsdóttir næst. Já, forseti. Í þessum lið sem að fer heitið umsóknir lóð við Lágafellslaug, að það er mál sem að er kannski hefur komið til umræðu inn í skipulagsnefnd áður. Það var sem sagt óskað eftir umsögn skipulagsnefndar og reyndar bæði embættismönnum held í fleiri nefnda líka á sínu tíma þegar þessi umsögn kom inn. Og skipulagsnefnd gaf þá sína umsókn og taldi að þessi bygging gæti rúmast þarna en benti þó á að þyrfti að huga sérstaklega að Baugshlíðinni og mögulegri borgarlínu þar. Þannig að það var einn af þeim athugasemdum sem komu strax fram í ferlinu. Það sem í rauninni er að gerast núna er bara að bæjarráð hefur samþykkt þetta samkomulag sem er þarna sem fylgiskjal með þessu máli. Og í í samkomulaginu er auðvitað skýrt kveðið á það að þessari lóð verður ekki úthlutað nema skipulagsmál gangi eftir og við getum með engum hætti skuldbundið okkur í þeim efnum. Við förum bara í gegnum það lögformlega ferli sem að skipulagslögin segja til hvað það varðar. Og það er alveg á hreinu að þetta varðandi mögulega borgarlínu er einn af stóri þáttum þegar að þessu kemur og þessi bygging má með engum hætti hefta uppbyggingu borgarlínu. Einnig hefur verið bent á og rætt í nefndinni varðandi bílastæði. Við erum ekki kannski, hvað ég að segja, það eru svona mismiklar áhyggjur af því efni. Því þarna eru þetta töluvert magna bílastæðin fyrir við skólan og íþróttamiðstöðin eins og í dag og leikskóla. Og það er gott að sjá hvernig þau bílastæði samnýtast en það er auðvitað verður líka tekið til skoðunar þegar þessi hönnun fer á stað. Og það sem að skipulagsnefnd var þarna að gera var í rauninni bara að bóka að skipulagsfulltrúar væri að fara að hefja vinnu við breytingu á deiliskipulaginu sem er bara fyrsta ferlið í þessu en ljóst að skipulagsnefnd mun hafa þessi atriði sérstaklega í huga þegar kemur að því að sjá þessar tillögur sem að koma frá umsækjanda. Ólafur Ingi, kjörsvar. Forseti, ég kem hér upp til þessu sama máli. Ég ætla nú kannski ekki að fara í ofan í þá umræðu aftur sem við fórum í þegar við bókuðum í bæjarráð afstöðu okkar til þessarar viðbyggingar. Það var hér, fyrst var hér minnst á bílastæði að þá var það eitt af þeim sem við höfum áhyggjur af. Ástandi er nú þegar orðið þannig að nágrannar hafa í mínum kvartaði við því að það séu tert þeirra stæði við húsakinni á ákveðnum álastöfum. En það sem ég kom fyrst og fremst og mig langaði að vita vegna þess að eins og segir í kynningu á þessum lið að þá er 11. júlí 2017 var undirritað samkomulag milli Mosfellsbæjar og Lauga ehf. Úthlutun og uppbyggingu lóðar við Lágafellslaug í Mosfellsbæ. Samkvæmt samkomulaginu munu aðilar vinna í sameiningu að því að breyta gildandi deiliskipulagi svæðisins. Og það sem mér fýsir að vita er það hvort að það hafi verið gerður einhver samningur sem slíkur kostnaðarskiptingu við þessa vinnu, það er að segja við að gera deiliskipulags. Mér finnst það er ekki óalgengt í þeirri afgreiðslu nefndu sem að ég hef séð frá ákvörðunum frá skipulagsnefnd þar sem að aðilar hafa verið að biðja breytingu á deiliskipulagi vegna einhverja framkvæmda sem þeir ekki að stráðast í að viðkomandi aðili er fengið til þess að skila inn tillögur að deiliskipulagi og þá væntanlega á sinn kostnað. Þannig ég vil bara langar að vita hvort að það er einhver þáttaka af Mosfellsbæjar í kostnaði við gerð þessa deiliskipulagsbreytinga. Takk fyrir. Já. Bryndís Haraldsdóttir. Getið svarið spurningu?
svo vel. Forseti, það kannski ekki furða að það sé spurt að því, en í mínum huga er það þannig og ég held að það sé alveg ljóst að sko, það að láta gera vinnuna við deiliskipulagið, það er að segja að ráða til þess arkitekta, er alfarið á kostnað þess sem er að sækja þessa breytingu á deiliskipulaginu. Það er aftur á móti mat skipulagsfulltrúa að það þurfi að liggja fyrir bókun í skipulagsnefnd að við heimilum að þessi vinna fari á stað. Og auðvitað er deiliskipulag sko í rauninni alltaf unnið undir hatti bæjarins, þannig að það verður að gerast í samkomulagi og samstarfi við skipulagsfulltrúan okkar og fara þannig inn í nefndina. Þannig að það er í rauninni bara það sem við erum að gera hérna þegar við segjum að við erum að fela skipulagsfulltrúa og hefja vinnu við breytingu deiliskipulagsins, að þá í rauninni bara hann getur verið þáttakandi í því að taka á móti þeim teikningum og tillögum sem berast frá umsækjanda og komi þeim ábendingum áleiðis sem að komi fram hafa í nefndinni. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að öll sú vinna tengist þessu skipulagi sé greitt af umsækjanda eins og á við í svona hefðbundnum deiliskipulagsverkefnum. Nú, ég lít á að umræða með þetta mál sé lokið. Annað mál, já, gjörðu svo vel, Hildur. Já, forseti, það er mál númer 411 og þar er mál þar sem er umsókn byggingarleyfi Skálatúnsheimili í Mosfellsbæ sækja um leyfi til að innrétta hluta hús sem skólahúsnæði fyrir börn með þroskafrávik. Hér er skóli sem að ég vissi ekki að væri kominn inn í sveitafélagið. Við ræddum á sínum tíma í fræðslunefnd, þá sótti Arnarskóli að fá að vera inn í Varmárskóla en við tókum nú, mig minnir ekki, við ákvaðum að láta þetta aðeins hingra það mál. En þessi skóli er allavega skráður hérna í sveitafélaginu, þannig að mér finnst einkennilegt að það sé verið að fjalla byggingarleyfi nýs skóla þegar hann hefur ekki verið til umfjöllunar inni í fræðslunum. Á vegum hverra er þessi skóli og hver sér að framfylgja þau lög sem hann fellur þá undir? Er það við eða ríkið? Bryndís, gjörðu svo vel. Forseti, bara svo ég svari því hvernig þetta lítur að skipulagsnefnd og ástæðan fyrir því að þetta kom inn á dagskrá hjá skipulagsnefnd er væntanlega ekkert væntanlega að viðkomandi aðilar, þá Skálatún og þessir aðilar sem að hyggjast vera þarna með skólastarfsemi, eru semst að fara í breytingar á innréttingum og samkvæmt byggingarreglugerðum og mannvirkjalögum að þá þarf það að fara hingað inn til byggingarfulltrúa og honum fannst rétt að þetta kæmi hér fram. Það var aðeins verið að velta fyrir sér skilgreiningu í skipulagi og svona, en þetta er sem skilgreind sem stofnanalóð og þar leiðandi geta skólar vel verið á stofnanalóð alveg eins og Skálatún er þar. Þannig að við gerum fyrir okkar leyti enga athugasemd við afgreiðslu á þessu máli, bara þegar fullnægjandi hönnunargögn liggja fyrir sem er svona hefðbundin bókun í skipulagsnefnd við svona mál. En við ræddum með þetta og það er alveg ljóst varðandi lögum grunnskóla að slík mál auðvitað fara undir fræðslunefnd þegar kemur að þeim þáttum. Þarna er fyrst og fremst verið að fjalla húsnæði, hvort það megi breyta einhverju innandyra til að aðlaga það þessari starfsemi út frá mannvirkjalögunum og byggingarreglugerðum og því sem við erum að fjalla í skipulagsnefnd gerum við ekki athugasemd við það. Ég bætti inn að leika Hildur var Ég vil endilega heyra. Já, Haraldur. Bara þetta sko, eins og kom fram í máli Hildar, þá var erindi hér sent bæn til þetta mál. Það var hér fjallað það og það er ljóst að, sko, að húsnæði í okkar eigin skólum eins og staðinu núna er ekki til staðar. Við höfum alveg nóg með það húsnæði sjálf þessar mundir, hvað sem síðar kann að verða. Þeir höfðu hins vegar samband við Skálatún, þessar aðalar sem hafa því að reka þennan skóla og þar er laust húsnæði, þannig að það komið þá útskýring á því hvar það máli stakk. En það á síðan eftir að koma til fræðslunefndar, gerir ráð fyrir, kannski á næsta fundi, vegna þess að þeir þá
muni þá nálgast máli með þeim hætti að óska eftir því þá með einhverjum hætti að fá þá starfsleyfi fyrir rekstur sérskóla fyrir börn með sérþarfir á þessum stað og það snýstu ekki börn endilega úr Mosfellsbæ, heldur börn á höfuðborgarsvæðinu og það er þá það hefur líka komið til tals, veit ég, að því að framkvæmdastjóri fræðslusviðs hefur verið að ræða við þessa aðila eða fá upplýsingar frá þessum aðilum, kjölfarið á innsendu erindi til bæjarins þar og rættu menntamálaráðuneytið skilyrði þess að svona skóli fái leyfi að það gæti hugsanlega verið leiðin að öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sameinast það að veita honum slíkt leyfi. Það er nú eitthvað flókið stjórnsýslulega en ég ger ráð fyrir því að fræðslunum fjalli þetta mál á næsta fundi þegar þetta verður orðið eitthvað skýrar hvað máli snýst. Það er þarna greinilega bara að vera að tala húsnæðisþátt málsins. Já, Hildur, þú næst. Ég bara alveg sátt með þessu svör. Já, þú ert ekki, það var enda Bryndís var endar næst. Já, forsetinn fyrirgefðu, mig langaði bara að bæta því við að það gladdi mig samt mjög að sjá þetta inn á okkar fundum, bæði vegna þess að ég hafði heyrt af þessari hugmynd þennan skóla og fannst hún metnaðarfull og skemmtilegt og mér finnst gott ef að þessari ágætu frumkvöðlar ekki baki dottnir og tilbúnir að vinna áfram með hana, en ekki síður það vegna þess að þetta húsnæði mitt þarna við Skálatún eða á Skálatúni hefur staðið autt í langan tíma og það hefur lengi verið til umræðu hvort það sé hægt að nýta með einhverjum hætti. Þannig að það gleður mig mjög ef að Skálatúnsheimili og sú sjálfseignarstofnun getur komið einhverju frekari lífi í húsnæðið og þannig mögulega staðið sterkari fótum því að þeir hafa átt svolítið erfitt uppdráttar. Þannig að mér langaði nú bara að koma því því að þetta hefur verið oft inn á borðið hjá okkur í ýmsum nefndum hvernig maður er hægt að nýta þessi mannvirki betur. Já, þú ætlar að falla frá því að taka til máls. Já, ég held það. Ég bæti þá við og... Já, það er kom bara þú að spónum við voru, þessu vel. Já, fórseti, það er gott að þetta er nefnt hér á þessum bæjarstjórnarfundi. Ég ætlaði einmitt sem formaður fræðslunefndar að nefna þetta mál í gær, en þetta var langur og strangur fundur fræðslunefndar í gær, þannig að við hreinlega bara ákváðum að slíta honum leið að tækifæri gafst, af því að við eftir ítarlega yfirferð á öllum byrjum skólana hér í Mosfellsbæ þá ákváðum að slíta honum klukkan 19:30. En ég ætlaði að nefna þetta og kannski líka gott að bara upplýsa fólk um það að það birtist mjög myndarleg grein í Mosfellingi, blaðinu í síðasta Mosfellingi, og þar var grein eftir móður held ég sem er búin að sækja dvöl fyrir barnið sitt á þessum stað. Skólinn er ekki kominn til okkar kast ennþá, en þetta vissulega kom hér í beiðni og ég tek undir þessu Bryndís sagði, þetta fögnum við þessu gríðarlega og ef okkur tekst hér sveitarfélögum höfuðborgarsvæðinu að sameinast þetta verkefni þá er það náttúrulega bara algjör draumur og ég trúi á að það svo verði. En þarna er að ræða börn með mikil þroskafrávik og einnig börn með mikla fötlun sem þurfa mikla aðstoð og þannig að þau njóti sín betur þarna heldur en annars staðar og fái þá þjónustu sem þau þurfa. Og þarna kemur fram hvað gerist þegar þessi sumarfrí og vetrarfrí og allt þessi löngu frí sem reynast oft fólki erfið og líka þessum börnum þegar rútínan svona dettur í sundur. Þannig að ég gladdist mjög, ég var jafnframt mjög undrandi á þessari grein og að því mér fannst eins og við hefðum bara vísað þessu frá og við myndum ekki gera meir í þessu. En svo allt í einu bara hófst þessu umræða og ég kom alveg jafn undrandi að borðinu eins og þú. Ég bara og sendi mitt tók myndagreininni, sendi á Lindu, fræðslustjóra, bara hvort að hún geti sagt mér eitthvað um málið og hafði bæjarstjóra í CC og spurði mig það og við settum staðins yfir þetta í gær einmitt og ræddum aðeins um þennan skóla og ég held bara að þegar að þessi afgreiðsla skipulagsnefndar er búinn og þá mun þessi afgreiðsla koma til okkar, eða mun máli koma til okkar og þá fáum við að vita meira framgang þessa máls. Já,
Þú er næst á mælendaskrá. Ég það. Þannig fyrir þér. Takk, forseti, bara aðeins þetta máli ég sko þegar að þetta kom fyrst til umræði frá þessum aðilum með Arnarskóla, þá gekk hugmyndin, og var mjög spennandi hugmynd, út á það að vera starfrækja þennan skóla inni í hefðbundnu grunnskóla. Það var skoðað það var talað að það er ekki húsnæði, auðvitað alltaf möguleiki fyrir einkaaðila að byggja þá við skólan, en það var ekki talið greinilega fýsilegt í þessu tilfelli. Þannig að við gátum ekki komið þessu fyrir þótt að vera mjög spennandi hugmyndafræði sem þarna var presentöru fyrir okkur. Ég man líka eftir því að það kom fram annarkvort á fræðslufundi sem ég sæti líklega bara í bæjarráði að þessum aðilum sem standa að Arnarskóla var bent á skálafram. Svo mikið man ég, já. En þá hlýtur konsepti hjá þeim að vera töluvert mikið breytt frá því sem þau kynntu okkur í fyrstu hugmyndum. Og nú bíðum maður bara spenntur að heyra hvernig hefur verkefnið þróast. Bara svona láta við að því mér varst aðeins svona reiki hvað. Já. Má ég aðskata þetta? Er þetta annar hér? Nei, það er mér. Kvöldir framöndan. Fyrir vel. Já, mér langar einmitt að bæta við þetta sem Anna Sigríður var að nefna, að það hefur líka svo umræða farið fram að mögulega fari þessi skóli, Arnarskóli, sem að mun kannski eiga aðsetur í Skálatúni, og það er náttúrulega gríðarlega mikil tækifæri sem felst í því húsnæði, en sammála því að konseptur orðið kannski svolítið annað. En ég veit það að þau vilja samt sem áður mikla samvinnu við grunnskólana hér í Mosfellsbæ. Og það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig það mun nýtast okkur, og á þess að við séum kannski með börn þarna inni, en kannski getum við haft einhverja samvinnu, einhver samstarf. Þó að þau sé ekki beint inn í húsnæði grunnskólan okkar. Þannig að ég held að við séum ekkert búin að loka á þann möguleika þó að þeir verið þarna. Já. Nú, fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs þetta mál. Það er að segja númer 11. Fundargerðin er endur umræðu, fundargerð skipulagsnefndar. Þá erum við göngum til atkvæða. Nú, enginn kveður sér hljóðs frekar og þá er bara umræðin lokið. Og ég ber þá fundargerð skipulagsnefndar númer 445 til atkvæða. Að frátekinni máli númer 10 sem þegar er búið að greiða atkvæðum. Það er sem sagt samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í fundargerði til kynningar og það er fyrst afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, nr. 316, haldinn 15. september klukkan 00:00, það er nýtt að vera eitthvað miskilningur. Jæja, en allavega er fundargerði hér og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs á umræðum lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Og það er annar afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, nr. 317. Hann var haldinn 21. september síðastliðinn. Orðið er laust þá fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs hana og þá var þessi fundargerð lögð fram. Það er nokkra fundargerðir til viðbótar til kynningar. Næst er fundargerð stjórnarfundur slökkvilis höfuðborgarsvæðisins byggðasamlags. Hann var haldinn í Skógálí 14 í Reykjavík 15. september síðastliðinn. Og þar voru 5 mál á dagskrá og við laustum þessa fundargerð. Nú, enginn kveður sér hljóðs hana, þá er hún lögð fram hér. Slökkviliðinu. Þá er komið að stjórn SSH, samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu, hélt fund nr. 447, mánudaginn 4. septemberstíðin, hann var haldinn í Hamraborg 9 í Kópavogi og orðið laust þessa fundargerð. Nú, enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðin lokið hana og þessi fundargerð er lögð fram. Nú, og þá er aðeins ein fundargerð eftir og það er fundargerð 10. eigendafundar Sorpu byggðasamlags. Sá fundur var haldinn 4. september síðastliðinn. Og það er eins og við sjáum í fundargerðinni, þetta eru bæjarstjórar einstakra sveitafélaga sem
sitja þennan fund. Orðið er laust þessa fundargerð. Nú, enginn kveður sér hljóðs og þá er þessi fundargerð lögð fram. Nú, fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og ég þakka fundarstjórnina og segi fundi slítið.